Frásagnir frá fyrsta kvennafrídeginum hafa eiginlega verið mjög jákvæðar og þá sérstaklega varðandi þær konur sem fóru. En hvað með þær sem fóru ekki? Mér langar því að segja ykkur sögu ömmu minnar, Önnu Maríu Ólafsdóttur, sem fékk ekki að fara. Kvennafrí er á 1975. Amma mín var 21 árs og var á Karnabæ á Laugavegi 66 sem var flottasta tískuvöruverslun unga fólksins á þeim tíma að hennar sögn. Hana og hinum konunum sem unnu það langaði opaslega mikið að taka þátt, en þær fengu það ekki. Sko, það var bara okkur var sagt að við færum þarna niður og þá fengjum við ekki borga og jafnvel bara getum við hægt eða þannig svona, þú veist, og svona leynd hótun, sko. Þetta það lá í loftinu, sko. Það var ekki ætlast til þess að við færum, skilur við. Amma mín og afi höfðu eignast 2 börn á þessum tíma og því hafði hún raunar ekkert val að fara þar sem hún þurfti að leggja sitt af mörkum til að sjá fyrir fjölskyldunni sinni. Hún gat ekki tekið áhættuna að missa vinnuna. Henni fannst þetta voðalega hart og hryllilega leiðilegt að sjá alla konunda ganga niður Laugaveginn framhjá versluninni. Hún sá vel og heyrði í þessari voðalegu stemmingu sem ríkti meðal kvennanna sem gengu þarna niður eftir. Ég spurði ömmu hvort að þetta hafi ekki verið rætt á heimilinu en hún sagði að það væri ekkert mikil umræða. Og ég held að það hafi ekkert verið rætt. Þetta var eitthvað svo fjarri öllu. Þetta var ekki svona eins og var í dag. Það var ekki svona mikið rætt allavega svona í kringum mig. Þetta svolítið breyting. Þetta heilmikið breyting. Hún amma mætti eins og vera á næsta fundin sem var haldinn 1985. Þar sem fleiri mættu, mikið var rætt og mikil barátta ríkti meðal kvennanna. Enda margar konur orðnar meðvitaðri.